Já, hingað komin Ólína Þorvarðardóttir þingmaður. Ég ætla að tala við þig aðeins og þú ert komin hérna til að tala aðeins fiskveiðistjórnun. Ég var nú með viðtal við hann Kristinn Pétursson, útgerðarmann fyrir hálfum mánuði þar sem hann var að tala að það væri hægt að sækja miklu meiri fisk í sjóun hérna eins og menn hafa farið að gera til dæmis í Barentshafi og þetta er svona marghöfða. Svo eru menn að tala fiskveiðistjórnunarkerfið, kvótakerfið. LÍÚ var á fundi núna í vikunni. Jón Bjarnason sjávarútvegsráðherra kom þangað, talaði mjög lítið fyrningarleiðina sem þó er eitt af stefnumálum þessarar ríkisstjórnar og það er svona eins og ég segi, það er verið að berjast þetta af mikilli hörku og einhvern veginn hefur maður á tilfinninguna að ríkisstjórnin sé að heykjast á þessari fyrningarleið. Nei, það held ég sé nú alls ekki rétt. Ég verð nú að taka upp hanskan fyrir Jón Bjarnason. Hann er búinn að setja á laggirnar nefnd með hagsmunaaðilum og fulltrúum stjórnmálaflokkana sem að gera tillögur til stjórnvalda útfærsluna á þeim breytingum sem fyrirhugaðar eru á fiskveiðistjórnunarkerfinu. Og það er náttúrulega eðlilegt að meðan sú nefnd er að störfum að ráðherra tali varlega og tali ekki inn í nefndina. Já. Þannig að ég held að það sé nú fyrst og fremst það sem hann er að gera núna. Ég veit bara innan úr samtökum atvinnulífsins að það sé svona almenn skilningur þar að menn séu hættir við þetta. Ég held ekki, en við skulum sjá hvað kemur út úr því. En ágreiningurinn varðandi fiskveiðistjórnunina, hann er eiginlega tvíþættur. Það er annars vegar varðandi þetta með kvótakerfið. Það er mjög mikil ósátt það í samfélaginu. Síðan er það þetta með veiðiráðgjöfina. Það er að segja, það er ósætti og svona ákveðin trúnaðarbrestur milli sjómanna annars vegar og Hafrannsóknastofnunar hins vegar. Og það er mikill ágreiningur það hvað auðlindin í raun og veru gefur. Veiðiráðgjöfin og matið á stofnstærðum þessara helstu nytjategunda í sjónum. Það er náttúrulega það sem hefur verið að gerast í Barentshafinu það að menn hafa veitt þar alveg vilt og galið og eru allt í núna með bara stærstu þorskstofna í sögunni og eru að veiða þarna 700.000 tonn eða eitthvað svona. Sko við ættum að geta nefnilega litið til reynslunar í Barentshafi. Þar var talið að þorskstofnin væri að hrynja fyrir nokkrum árum og ráðlagður mikill niðurskurður á veiðum en menn veittu eftir sem áður. Síðan er gerð rannsókn þarna í Barentshafinu þannig að það er bara fylgst með þessum skipum að veiðum. Fiskurinn mældur, fylgst með yfirborðshita sjávar og svo framvegis, tengt við gervinetti og niðurstaðan er sú að stofninn er 70% stærri heldur en áður var talið. Þessi rannsóknaraðferð gaf aðrar niðurstöður. Og það er þetta sem að ég er að leggja til að verði reynt á Íslandi. Núna þegar máli snýst það að sjómenn og útgerðarmenn vilja fá meiri kvóta til að veiða, þá segi ég, tökum okkur 6 til 9 mánuði, leifum flotanum að veiða tilteknum hluta hans og leifum þeim hluta að veiða bara frjálst, samt á tilteknu tímabili og fylgjumst með veiðunum, rannsökum ástand fisksins og gerum þetta eins og gert var í Barentshafi og berum síðan niðurstöður þessara rannsóknar saman við þá miklu og mikilvægu gagnagrunna sem eru til í Hafrannsóknastofnun annars vegar og hjá LÍÚ hins vegar. Því við skulum ekki gleyma því að báðir aðilar hafa verið að fylgjast með veiðum og eru með ákveðna gagnagrunna. Og ég held að þetta sé bara ákveð grundvallaratriði til að menn átti sig á því hvaða möguleika gefur þessi auðlind sem við höfum, hvað erum við að tala og hvaða hagsmunir eru þarna í húfi. En þetta er náttúrulega þessi kenningar sem Jón Kristjánsson hefur haldið fram og Kristinn Pétursson núna og fleiri að það þurfi að taka meira úr stofnum og þetta sé spurningum einhverja kynslóðadreifingu. Já, það er ákveðin kenning það. Sko það gerðist til dæmis 1999, þá var stofninn mældur 1030-1000 tonn eitthvað svoleiðis og honum var spáð eitthvað í kringum 1050.000 tonn árið 2001 en þá gerist það bara í raunmælingun og þá er hann helmingi minni. Þannig að það er eitthvað, spár Hafrannsóknastofnunar hafa ekki verið að ganga eftir og þá hafa fiskifræðingar sagt, já það er vegna þess að stofnin er ekki gresjaður og Jón Kristjánsson hefur til dæmis talað það að í Barentshafi hafi ofveiðin í raun og veru kannski orðið til þess að bjarga fiskistofnunum vegna þess að þá hafi átt sér stað gresjun og vegna þess að stofnin hafi verið að svelta í hel. Ég skal ekki leggja mat á þetta en vísindamenn eru farnir að halda þessu fram og þess vegna segi ég, meðan þessi óvissa er svona uppi og svona afgerandi kenningar sitt á hvorum enda,
þá verðum við bara að rannsaka þetta og við verðum að finna nýja leið. En hvað eigum við þá að útdeila miklum þorski í vísindaveiðar og hverjir eiga veiða þenn fisk? Ég meina, á svo að útdeila honum til kvótaeigenda? Já, mér finnst að það náttúrulega bara þeir sem að gera út til fiskveiða í landinu eiga náttúrulega bara að fá að fara í þessar veiðar með þau skip sem þeir hafa. Þeir eru í öllum bænum ekki að fara að kaupa ný skip í þetta, heldur bara hluta af sínum flota í þetta og það mætti skipta þessu hlutfallslega á milli útgerðana í landinu miðað við stærð. Og síðan mætti taka náttúrulega líka línubáta, snurvoðabáta, fara yfir í fleiri veiðafæri og halda bara taka bara þessa púli. Það var bara að stýra þessu með tímabil, bara leyfa þeim að veiða frjálst, þessum afmarkaða fjöldaskipa, þeir eiga bara að fá að veiða eins og þeir geta á 6 mánaða tímabili. Og sjáum hvað kemur upp úr hafinu. Aflaverðmætið á að koma í land, það á að fara á innlendan markað, það mætti taka 20-30% af þessu aflaverðmæti til að standa straum af rannsókninni, hitt ættu bara útgerðamenn að fá. Þetta væri nú kærkomið viðbót í þjóðarbúið og allt það. Það væri líka svolítið lottið, sko. Við tölum Barentshav núna, það gekk ekki upp, sko. Í Kanada, þá brást þorskstofninn með henni áfram að veiða, hann þurrkaðist út. Ég vil bara benda á það, við erum að tala um 6 mánaða tímabil og það engin hætta þó við tökum 6 mánuði í svona tilraunaverkefni, 6 til 9 mánuði. Það engin hætta. Sérstaklega ef stofnin, ef flotin ekkert stækkaður á sama tíma. Ef það á að prófa þessa kenningu með grisjun, sko, þá þarf lengri tíma heldur en þetta, sko. Það þarf nokkur ár. En mælingin náttúrulega ætti að verða mun marktækari á þessu tímabili. En við verðum þá komið kannski út í dálítið annan stað í þessum umræðum fiskveiðistjórn, ef þessi leiðir farin eins og ástandið núna, þá þetta grimm, þá að fara fram grimm hagsmunabarátta þetta, kvótann og það til dæmis talað núna sé mikill skortur og leigukvóta sem hefur verið framkvæmlaður, Ólína. Já, það rétt og ýmsar kenningar orsakirnar fyrir því. En ég vil benda á það... Af hverju er skortur og leigukvóta? Menn eru með ýmsar kenningar það, menn telja jafnvel að útgerðarmenn séu að reyna að skapa skort til þess að hækka leiguverðið. Þeir segja sjálfur hins vegar að það sé bara óvissan framtíðina sem að gera það verkum að þeir vilja ekki eima kvóta. En ég vil benda á það í sambandi við þessa hugmynd með vísindaveiðarnar að samkvæmt núgildandi lögum þá getur sjávarútvegsráðherra án þess að breyta lögum ákveðið að hafa vísindaveiðar fyrir utan þetta lögbundna heildaraflamark sem honum ber að setja. Þannig að það þarf ekki að breyta lögum. Þú ert glöggur í pólitík, heldur þeir heikist á fyrningarleiðinni? Alveg örugglega, þeir eru löngu búnir að því, sko. Það var bara eftir að tilkynna það. Það sem að gerist hér sko að útgerðarmenn eru þeir sem að eiga eitthvað undir sér í dag í samfélaginu. Þegar að bankarnir voru hérna og aðrir áttu peninga, þá voru þeir svona aðeins svona, en þeir eru orðnir sá aðili, fjörögg þjóðarinnar bara stuttumáli. Þeir eru aðal. Ég held við ættum bara að spyrja leikslokum við þessu. Aðalatriðið og það sem menn eru náttúrulega að tala þegar þeir eru að tala þessa fyrningarleið, það það að breyta eignarhlutanum í eignarréttinum í nýtingarrétt. Það hefur aldrei verið meiningin með fyrningarleiðinni að taka fiskinn af útgerðarmönnum. Meiningin hefur auðvitað verið svo að skjóta styrkari stoðum undir rekstur sjávarútvegsfyrirtækja en að skapa að samanskapi sanngjarnar leikreglur sem þjóðin sátt við. Við þurfum að hætta þessu. Þetta bara verið mjög gaman að hafa ykkur hérna, Ólína, Sigrún, Lilja og Páll. Við eigum eftir að fá hana Evu hér til að tala lýðræði á Íslandi og svo Már Mixa á eftir hrunið í Wall Street og svona parallelur þess við það sem gerðist á Íslandi.